Bara Rúna, fyrstu viðbrögð til sigur á móti KR? Bara óbærslega góð tilfinning. Ég er náttúrulega bara í vinnu fram við það að reyna að vinna fótboltaleiki og gera hlutina betur en kannski hefur verið gert undanfarna ár og reyna að lyfta liðinu aðeins upp á hærra stall. Í dag gekk það mjög vel og það skiptir engum máli hverju mótherjarnir eru. Við viljum reyna að vinna alla leiki og þetta sérstakt fyrir mig að vera að spila á móti KR og þetta vil maður ekki vera að gera þeim eitthvað illt en ég þarf bara að sinna minni vinnu eins vel og ég get og þannig er þetta bara. Vantarlega í fyrsta skipti aðeins sem vonar að KR tapi leik? Ég vonast bara eftir sanngirnum úrslitum í dag með betra leið vinna og ég held að það hefur bara verið niðurstaðan. Hvað var það að gera vel? Nei, við bara erum að verjast óbúslega vel og þegar við förum fram og náum að tengja saman okkar sendingar þá erum við stórhættulegir og fyrsta marki er glöggt merki það og okkar eina mark en við áttum svo sannlega fleiri möguleika en svona veðrið, vindurinn gerir mönnum erfitt fyrir bara að hemja boltan, þú ert meiri tíma til að ná niður á jörðina og þú veist, það lemur og ber á því rigning og vindur og það er erfitt fyrir bæði lið og við svona kannski náðum ekki að nýta kannski þá sénsinn sem mér fannst við hafa. Samaskapi kannski mikið langa bolta frá káringum upp völlinn og voru að vinna seinni boltan. Þeir eru hættulegir þar og hafa verið óbúslega sterkir í því og gera vel en ég held að þeir hafi ekki náð að skapa neitt sérstaklega mikið á okkur. Talandi bara undanfarin ár, það er verið svona einkennismerki fram, það er skemmtilegir leikir, opnir leikir. Þið eru ekki búin að fá okkur bara held ég 1 dauðafæri í öllum mótin? Já, við erum alltaf búin að fá okkur 1 mark á móti Víking og svo er 1 dauðafæri á móti Vestra sem var bjargað á línu og jú, það er eitthvað 1 og 2, 3 önnur svona hálfséns en nei, við bara, þú veist, það var auðvelt fyrir mig sem þjálfari að koma þarna inn og horfa á stigatöfluna frá því fyrra og lesa í hana, framfekka þessu flest mörk og það var bara fyrsta verkefni, við erum að styrkja varnarleikin og gera það betur og sama tíma verðum við að halda áfram að reyna að skora mörk. Við framskoraðum ekki í fyrra en svo þarf að finna jafnvægi þarna á milli og ég held að við séum nokkuð búin að ná því. Auðvitað vill maður ekki allir leiki endi bara 1-0 og við viljum allir freka að vinna 4-3 en þetta er bara svo leið sem við þurfum að fara núna með þann leikmannahóp sem ég er með og þetta er bara leikaðferðin sem ég eiginlega fannst ég vera hálfþvingaður í að spila. Hvernig verða svona skilaboðin heldurðu frá káringum til þín? Vantarlega fyrir að fá ykkur skilaboð, varst þarna lengi? Nei, þau eru bara jákvæð, ég held að það er aldrei illindi í mönnum, ég meina menn óskar hverju öðrum góðs gengis og ég meina allir sem hafa starfað hér í kringum völlinn í dag, allt gamli góði vinnir mínir og ég, þú veist, ræði jafn vel við þá í dag og fyrir leik og eftir leik eins og alla aðra daga, ég meina það breytist ekkert, við bara sinnum allir okkar vinnu og skildum og reynum að gera það eftir fremsta megni og svo er svona einhver rígur látinn að liggja milli hlutanna. Varstu eitthvað nálægt því að öskra á einhvern í svart-hvítu í dag og skipa honum eitthvað fyrir? Nei, það var eins og eitt innkast sem í restina þá öskraði ég KR, ég held og KR fékk innkastið og Gummi fyrirliði leit á mig brosandi og við hlófum allir. Ég mismæli mig stundum. Segðu okkur aðeins með Frey Sigurðsson, hvernig leikmaður er þetta og hvernig er hann að koma inn? Frey er náttúrulega búinn að vera í undanfarið held ég 2 ár í fram, svona yfir vetrarmánuðina með henni í skóla í bænum og hefur svo farið á sumrinu og lánið til Sindra. Ég náttúrulega tók við þessum hóp bara í nóvember og hann er bara búinn að vera ótrúlega flottur og skemmtileg týpa, lítill, óbúslega tæknilega góður og hraður og hann svona einhvern veginn er að smokra sig fram hjá mönnum og felur sér dálítið, hann er alveg stórkostlegur karakter líka og gaman að hann, þannig að við höfum engan áhuga að lána hann aftur austur í sumar og ég var alveg harða ákveðinn í því að hann myndi fá mínútur hjá mér og hann er búinn að koma inn á í fyrstu 2 og svo byrjar hann hér í dag að skora sigurmarkið og fyrsti leikur hans í efstu deild og bara stórkostleg byrjun fyrir hann en hann verður eins og aðrir bara að leggja sig áfram til að reyna að halda sæti sínu eða fá sig hans aftur. Af hverju kom hann inn í byrjunarliðið í dag? Tryggvi var örlítið tæpur eftir Víkingsleikinn í Öxlinni og það var bara allt of mikið áhætta að láta hann byrja. Eitthvað högg hefði sett hann svona úr jafnvægi og við ákváðum að taka inn eina séns með hann og láta bara Frey spila. Töldum það henta mjög vel á móti svona KR-lið sem pressar óbærslega hratt og hátt og þegar þú vinnur boltan þá er fínt að hafa lítinn snaggaralegan sem getur snúið sig út úr og hann gerði það oft vel en þetta er frábær reynsla fyrir hann og hann er bara búinn að vera eins og svampur í alla vetur, sigur allt inn sem það segist. Hvernig er bara, við aftur að fara í KR umræðu,
hvernig að fylgjast með þeim? Ertu, mætur á leiki og heldur með þeim? Já, ég syns að við Greg fyrir leikinni, menna, ef að framvinnur ekki deildina, þá vona ég að Kári vinni deildina, þannig að ég held að til líkurnar sem kannski meira því að Kári gera það, en ég er náttúrulega bara Káringur og verð það, og það vita það allir, en það breytir því að ég legg mig 150% fram fyrir fram alla daga í vinnunni og reyna að gefa af mig til félagsins, hvort sem það sé inn á æfingasvæðinu eða skrifstofunni, stúku með fólkinu eða öllum sjálfboðaliðum og þannig er ég bara og ég meina það er ekkert vandamál fyrir mig, mér finnst það frábært og óbúslega gott fólk þarna sem ég er að starfa með og auðvitað erum við bara að reyna að ná árangri í þessu og gera félagið eða betra félagið en það er, hjálpa yngri flokkum og krökkunum þar og þjálfunum þar og þannig að það er mikil samheldni í hverfinu og í félaginu, klúbbnum og bara óbúslega gaman fyrir mig að taka þátt í þessu verkefni. Brynjar Gauti og Jannik, er langt í þá? Óviss með Jannik, Brynjar Gauti er ekki að æfa neitt núna, hann er í rektinni á fullu. Hlynur er byrjað að æfa með liðinu, Aron Kári er ennþá í rektinni og við erum svona að bíða eftir þessi leikmann fyrir að koma og banka dyrnar. Orri nýbyrjað að æfa, þannig að hann getur hugsanlega tekið eitthvað þátt í bikarleiknum í vikunni. Þannig að þetta eldri strákar reynslu miklu eru að geta hjálpað okkur mikið. Ætlarðu að gera 11 breytingar fyrir bikarleikina, hvernig hugsaðu þetta? Nei, alls ekki. Við þurfum að taka þeim leik mjög alvarlega og auðvitað gerum við einhverja breytingar. Ég þarf að hvíla menn, ég þarf að gefa öðrum séns og halda öllum á tánum. Takk fyrir þetta.